Bjarki, þetta ekki smá ferð sem þú ert að fá hérna frá stuðningsmannaklúbbi Arsenal? Þetta náttúrulega bara draumur að rætast hjá mér sko. Ég hef verið Arsenal stuðningsmaður núna í langan tíma og hef aldrei farið á leik með þeim, heimaleik. Þannig að komast á Emirates þetta bara draumur sko. Algjör draumur. Ertu búin að fara á marga Arsenal-leiki í gegnum tíðina? Nei, ég hef farið á einn Arsenal-leik. Það var daginn núna, Liverpool-Arsenal, sem við skulum ekki tala meira þótt að upplifun hafi verið mjög góð, þá var úrslitin ekki alveg til að hrópa hjóra fyrir. Þetta er fyrsta skipti sem fara á Emirates? Já, fyrsta skipti á Emirates. Spenntur? Hrikalega spenntur sko, ég bara eyði það í skinninu. Þetta verður alveg geggjað sko. Og þetta er svolítið svona skrítinn leikur fyrir þig og konuna því að hún er líka stuðningsmaður Chelsea? Já, hún segist vera það sko, en henni verður tróðið í Arsenal treyju fyrir þennan leik sko. Hún er ekkert mikil fótboltamanneski en hún heldur með Chelsea og hérna maður verður að virða það bara, en eins og segja, henni verður tróðið í Arsenal treyju fyrir þennan leik. En gengið hjá ykkar, eða þínum mönnum í Arsenal í vetur, hvað viltu segja um það? Það er margt jákvætt sem maður sér sko. Ég er hrikalega hrifinn af sóknarleiknum sko. Þótt að mér finnst hann oft vera að taka ranga menn oft snemma út af, eins og að taka Lacazette stundum á 60 mínútur út af, eða Aubameyang, ég skil ekki hvað hann lætur ekki klára leikina stundum sko. Og hérna síðan skilur maður ekki alveg þetta dæmi með Özil og Aaron Ramsey en síðan alltaf bara varnarleikurinn er eitthvað sem það þarf bara að taka algjörlega gegn sko. Svo sástu í Liverpool-leiknum, þetta var náttúrulega bara eins og einhverju skólakrakkar á móti mönnum að spila þarna sko. Þannig að það er held ég lykilatriði að við komum að varnarleiknum í gang sko, þá sé ég alveg fyrir að berjast þetta 4. sæti sko. Það verðist fáið skilja þetta Aaron Ramsey dæmi? Maður náttúrulega veit aldrei hvað er að gera spækjum tjöldin sko, hvort það sé bara vilja nýja áskorun eða náttúrulega mjög spennandi að vita að Juventus vill og fá betri laun þar, en ég held að mér hef alltaf lítist vel á hans leikmann sko, en þetta pirrar mig svona að hann fekk sitt tækifæri þarna og þeir eru búin að leyfa honum að vaxa og dafna. Maður var svona vonast til að hann verið bara Arsenal maður for life sko, en svona er þetta, peningarnir stjórnum snundum. Þið náttúrulega gerðu þjálfaraskipti í sumar, á hvaða vagni varst þú í lok sumars? Ég er mikill Wenger maður, en þetta var komin tíma á þetta, alveg klárlega sko, og ég er mjög ánægður með þann sem kom og tók við sko. Mér finnst vera svona jákvæðar breytingar og ég held að næsta tímabil að sjáum við alvörunni hvað hann getur gert með liðið sko. Ef hann fær að þjappa upp á vörnina og kannski kaupa á réttum stöðum, það er oft vant að hjá Arsenal að kaupa á réttum stöðum sko. En það hefur verið svona að bætast seinustu ára, en ef við þétta varnarleikin þá er þetta hörkulið sko. Ef maður skoða leikmannahópinn þá er þetta stórstjörnur nánast í hverju stöðu sko, þannig að það þarf ekki mikið til þess að þetta verði toppfélag aftur sko. Að lokum, svona hvar sérðu Arsenal lið enda í lok tímabils? Það er eitt lið í Manchester sem er svona færast nær og nær. Já, maður hrættur það sko, hvort að Solskjaer sé að fara henda þeim upp í meistaraflaldasæti sko. Ég er hrikalega ánægður að þeir nærðu 4. sætinu sko, en ég er hrættur þetta verið 5. 7. sko. Svona eins og þetta, það er bara ekki nóg mikið stöðuleiki ennþá sko. En ef þið ná að þjappa saman þá er 4. sætið alveg möguleiki. Takk fyrir þetta Bjarki og ég segi bara góða ferð til Englands. Takk kærlega fyrir það.